Hvað sívalningur og hvernig reiknum við rúmmálið á svona sívalningi? Sívalningur svona rör, getur verið með botni, bara svo dós, eða bara rör í gegn. En þegar við reiknum rúmmál á þessu, þá erum við að spá í og þá erum við að nota í raun innanmálið á þessu. Það að segja, mælingin hérna á milli, ekki endilega hérna utan á. Og dæmi í bókunum með alltaf við innanmál. Hvað kemst mikið hérna ofan í ef ég fylli rörið til dæmis af vökva? Rúmmálið á sívalningi radíus í öðru sinnum pi, því að grunnflöturinn hringur, flatarmál hrings radíus í öðru sinnum pi, sinnum hæðin. Þannig að þegar við förum að reikna þetta, þá þarf ég að finna hvað radíusinn? Jú, 5. Radíusinn inn í miðjan hringinn, 5 sinnum 5 í öðru sinnum pi sinnum hæðin. Og ég slæ þetta bara inn í vasareikni og ég fæ 13,7 cm í þriðja. Sama hér, ég geri radíusinn í öðru en hér þvermáli 4, alla leið yfir. Radíusinn bara helmingurinn af því, þannig að þá ger ég 2 í öðru sinnum pi sinnum út úr þessu kemur 37,7 og þetta að vera metrar. Þá þetta rúmmetrar. En hvað ef ég veit rúmmálið en það vantar til dæmis hæðina? Skoðum það. Hérna erum við með dæmi. Rör 14 cm í þvermál. Ef ég teikna myndina, þá þetta 14. Ég veit ekki hæðina. Og formúlan rúmmálið radíus í öðru sinnum pi sinnum hæðin. Ég veit radíusinn og ég veit rúmmálið. Þannig að tekur 1693,3 millilítra. Ég veit að 1 millilítri jafnt og 1 cm3. Þannig að ég má skrifa þetta sem rúmsentimetra, þau komið allt í sentimetra. Þannig að 1693,3 jafnt og 7 í öðru, tek bara helminginn af þessu, þetta var radíus, sinnum pi, sinnum þá x eða h. Ég get reiknað út úr þessu, fengi bara tölu, svo deili ég með þessari tölu báðum megin og þá fæ ég að x jafnt og 11. Og það þá sentimetrar og þá þetta 11 sentimetrar því að þetta voru allt saman sentimetrar. Ég þarf að passa hins vegar að þessi eining sé sama og þessi, ef þetta verið eitthvað annað en rúmsentimetrar, að þá hef ég þurft að breyta því fyrst.